Við förum í 6. mál á dagskrá og förum í umræðum tillögur og afbrigði á borgarstjórnarfundum og þá tekur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson fyrstur til máls. Forseti og góðir borgarfulltrúar, við í Sjálfstæðisflokknum, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, óskum eftir að taka þetta til umræðu vegna þess að við vorum ekki alveg á sömu blaðsíðunni fulltrúar meirihlutans og við varðandi meðferð á tillögum eða afbrigðum fyrir tillögur á borgarstjórnarfundum. Í forsætisnefnd 30. janúar þá var lögð fram bókun af hálfu forsætisnefndar, það að segja meirihlutanum, því að við sem tilheyrum minnihlutanum fulltrúar Framsóknar og Flugvallavinna og Sjálfstæðisflokks erum áheyrnar fulltrúar í forsætisnefnd. En meirihlutin lagði fram bókun sem var svohljóðandi með leyfi forseta. Forsætisnefnd áréttar mikilvægi þess að tillögur fyrir fundi borgarstjórnar berist í tæka tíð fyrir útsendingu gagna. Alltaf geta komið upp aðstæður sem kalla á að tillögur séu teknar á dagskrá með afbrigðum, en nokkuð hefur borið á því að þau hafa verið nýtt án þess að brýn nauðsyn krefji. Forsætisnefnd beinir því til borgarfulltrúa og undirbúa borgarstjórnarfundi vel og rökstuð óskur afbrigði þegar svo ber undir. Og svo kom áfram, forsætisnefnd áréttar mikilvægi þess að öll gögn liggi fyrir fundum borgarstjórnar. Það á ekki síður við þegar kosningar í ráð og nefndir að ræða. Því eru borgarfulltrúar hvattir til að tryggja að tilnefningar í nefndir og ráð liggi fyrir áður en útsending gagna fer fram fyrir fundi borgarstjórnar. Ég vil segja, og tilvitnun lýkur, ég vil segja varðandi þennan seinni lið kosningar í ráð og nefndir, að hér fyrr á fundunum var samþykkt tillaga sem að Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi lagði fram og var samþykkt það að fela forsætisnefnd að skoða hvaða leiðir eru tækar við skipum fulltrúi í ráðanefndir, aðrar en einhver huglæg afstaða borgarfulltrúa til þeirra einstaklinga sem að lagðir eru til á fundi borgarstjórnar í ráðanefndir. Þannig að seinni hluta bókunarinnar í rauninni á eftir að afgreiða í forsætisnefnd og fara yfir tillögur með það. Við áheyrnarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og Flugvallavinna, við lögðum fram bókun þar sem við sögðum að við tækjum ekki undir bókun forsætisnefndar. Og af hverju tókum við ekki undir bókun forsætisnefndar? Af því að við vorum ekki sammála því að það hafi borið nokkuð á því að heimild til að taka mál á dagskrá með afbrigðum hafi verið nýtt á þess að brýn nauðsyn krefi. Við vorum bara ekki sammála því. Við hins vegar erum alveg sammála því að auðvitað meginreglan svo að mál eigi að vera tilbúið með fyrirvara og borgarfulltrúar eigi að hafa möguleika á að kynna sér þau. Og þetta kom fram, auðvitað hefur komið fram síðar og við fjölluðum þetta þó að sé ekki bókað neitt efnislega það á fundi forsætisnefndar 13. febrúar. Þannig að þetta rauninni það sem að við viljum ræða hér. Við viljum að það sé algjörlega á hreinu að það sé hægt að taka mál upp með afbrigðum vegna þess að stundum brýn nauðsyn. Og þó það blasi ekki algjörlega við, eins og það gerði til dæmis ekki 20. janúar síðastliðinn hér í borgarstjórn, að það sem var tekið sem dæmi, sem að ég held að sé óheppilegt dæmi hjá meirihlutanum að taka, að tillaga Framsóknar og Flugvallavinna skipun ad hoc nefndar varðandi ferðaþjónustu fatlara, að það hafi verið dæmi mál sem að hafi verið tekið inn með afbrigðum án þess að brýna nauðsyn krefi. Ég tel nefnilega að það hafi komið í ljós að það hafi verið brýn nauðsyn og þetta sé svona dæmumál sem verður til á fundi og alveg full ástæða til að taka upp með afbrigðum. Nú að þessu sögðu þá má auðvitað bara rifja það upp að nýju sveitarstjórnarlögin frá 2011 að þar tekið á þessi 27. grein að sveitarstjórnarmaður eigi rétt á að tekið verði á dagskrá sveitarstjórnarfundar hvert að málefni sem sérstaklega varðar hagsmuni sveitarfélags eða verkefni þess og að mál sem ekki á dagskrá, útsendri dagskrá, að
að það eru undantekningar, eða sem sagt það verður ekki tekið til afgreiðslu nema allir fundamenn samþykki. En undantekningarnar eru tvær. Það er að afgreiðsla mál sem þola ekki bið. Slíkt mál gæti komið upp, það bara þola ekki bið og við séum öll sammála það. Eða mál sem er svo einfalt að ljóst að frestun og afgreiðsla þess hefur enga þýðingu og þá þarf samþykki 2/3 borgarfulltrúa til þess að samþykja taka það á dagskrá. Og það sem er svo merkilegt er það að þetta er búið að vera í samþyktum sveitarfélaga og meðal annars borgarna væntanlega lengur heldur en í lögunum vegna þess að bæði þessi ákvæði í 27. grein eru nýmæli. Þau eru nýmæli og það kemur fram í athugasemdum með frumvarpinu að bæði ákvæði í 1. málsgrein og í 2. málsgrein, þannig að greinin í heild er nýmæli, að sem sagt en hins vegar hafi þetta verið almennt í samþykktum stjórn og fundarsköp og svo segir í umsögnum með frumvarpinu með leyfi forseta, hér er hins vegar svo mikilvægt atriði að ræða að rétt þykir að hafa þetta atriði lögfest. Og svo er farið í gegnum þetta og í rauninni má segja það að meginreglan, ég held að við getum við sammála það, meginreglan er svo að mál séu tilbúin með fyrirvara en það eru full rök fyrir því að það sé hægt að taka mál upp með afbrigðum á fundi borgarstjórnar. Nú ef að þetta gerum við nú í borgarráði líka og þá er þá allavega hægt að fresta málinu til næsta fundar ef að staðan er þannig. En það, í staðin fyrir að vera að hafna því fyrirfram, að taka málin með afbrigðum, ræða tillögu, þá að minnstakosti, frekar en að hafna því fyrirfram að það sé tekið með afbrigðum, að ræða tillöguna, taka hana á dagskrá, ræðana og það er þá hægt að fresta málinu ef það fellur ekki undir þau ákvæði sem að ég hef nefnt hér fyrir mikilvægi eða einfaldleika. Það var borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næsta mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Við Halldór Halldórsson borgarfulltrúi erum hjartanlega sammála í einu og öllu. Það er þannig. Við erum hjartanlega sammála það að mikilvægi þess að hægt sé að taka mál upp með afbrigðum og við erum hjartanlega sammála það að það sé mikilvægt að við undirbúum borgarstjórnarfundi sem allra best og öll þau mál sem eru tilbúin áður en að tilskilin frestur rennur út séu send út með gögnum. Þannig ég held að það sé svona grunnatriðið. Við erum líka algjörlega sammála það að það sé mikilvægt og já, að sú regla sem að viðhöfð í fagráðum sé ágætt að þegar að tillögur koma inn án undirbúnings að þá sé þeim frestað á milli funda. Það sama gildir í raun þegar að fólki dettur í hug tillaga inn á fundi eða kemur með fund og óskar eftir afbrigðum og það er ekki samþykkt, þá þýðir það í raun það sama og að tillögunni sé frestað. Vegna þess að öllum borgarfulltrúum er frjálst eins og borgarfulltrúin veit og allir vita hér inni að setja öll þau mál á dagskrá sem að þeir óska. Þannig að þessi tiltekna tillaga fer þá átómatist inn á næsta fund borgarstjórnar ef að borgarfulltrúarnir óska þess. Þannig er ekki verið að hafna því að taka nein mál á dagskrá og það hefur aldrei verið gert. Það eina sem hefur verið gert er að hafna því að taka það fyrirvaralaust á dagskrá. Og það hefur aðeins verið gert af því tilskildu að ekki hafi neitt breyst frá því að gögn voru send út, að allt hafi í raun og veru legið fyrir og tillagan hefði geta legið fyrir þegar að gögn voru send út og engin brýn ástæða sé fyrir því að samþykkja tillöguna eða taka hana fyrir. Engin tímapressa leiði það af sér. Þannig að í raun og veru erum við borgarfulltrúin hjartanlega sammála. Við erum algjörlega sammála afbrigðin, við erum sammála undirbúninginn, við erum sammála það að lýðræðið er dýrmætt. Við erum sammála mikilvægi þess að við tökum upplýsta afstöðu til þeirra mála sem að hér eru borin upp. Við erum sammála að til þess að við getum gert það, þá verðum við að hafa tíma til þess að afla okkur upplýsinga tilteknar tillögur. Og við erum sammála að ef að
aðstæður krefjast þess, ef að annarkvort tími leyfir ekki að við frestum málinu á milli funda eða að málið svo einfalt að það hefur enga þýðingu að fresta því, að þá getum við tekið það inn hér með afbrigðum. Það eina sem að bókun forsætisnefndar kvað á var að brýna borgarfulltrúa í því að undirbúa sig vel fyrir borgarstjórnarfundi, virða þetta ákveði tímarammann og að rökstyðja það vel ef að þörf á afbrigðum. Þannig að sko, þetta upphlaup og það að setja þetta á dagskrá borgarstjórnar hér fund eftir fund eftir fund og tala í rauninni, vera með ofsalega svona dramatískar lýsingar á því sem að farið hefur fram á fundi forsætisnefndar eða þessi bókun á að gefa til kynna. Ég held að það sé algjört ofmat á þessu viðfangsefni. Ég held að við höfum bara að einbeita okkur að því sem við erum sammála bera virðingu fyrir fundarsköpum borgarstjórnar, sveitarstjórnarlögunum og lýðræðinu og reyna að vanda okkur við undirbúning borgarstjórnarfunda hér eftir sem hingað til. Það var borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Halldór Halldórsson óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, fund eftir fund, ég veit það nú ekki. Þetta náttúrulega tekið upp á fundi forsætisnefndar af hálfu forseta borgarstjórnar sem ég las hérna upp áðan að mikilvægi þess að tillögur berist í tæka tíð og nokkuð það borið á því að heimild til að taka máli upp með afbrigðum eða óska afbrigða hafi verið nýtt á þess að brýna nauðsyn krefi. Það er þessna sem við erum að ræða þetta. Það er þessna sem við erum að fara hérna yfir þetta. Og ég ætla að vona að í aðalatriðum séum við sammála. Við erum auðvitað sammála mikilvægi lýðræðisins, við erum sammála mikilvægi þess að fara að lögum. Það segir sig allt sjálft. En við erum ekki sammála þessa áherslu. Við erum ekki sammála það. Forsætisnefnd vildi hér þrengja þetta. Og það er það sem ágreiningur stendur Þetta er ekkert stórmál, en samt sem áður þannig mál að það er full ástæða til þess að ræða hérna og stórmál, jú vissulega því leyti að svona ákvæði má auðvitað aldrei nýta til þess að draga úr möguleika minnihluta til þess að geta fengið mál á dagskrá. Og í úttektarskýrslunni sem að kom út, hvað var það, 2013 eða sem sagt á stjórnsýsluúttektinni fyrir borgina, þá er einmitt gagnrýnt þar aftur og aftur í skýrslunni að borgarstjórn sé ekki nægilega góður og mikið notaður vettvangur, hinn lýðræðislegi vettvangur til þess að taka mál fyrir og klára mál. Stefnumótunin fari ómikið fram á lokuðum fundum. Og þetta er bara mikilvægur liður í því, að þetta sé svona lifandi afl, borgarstjórn sé svona lifandi afl. Og við eigum ekki vera að hamla því. Það er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, við erum ekki ósammála neitt, það stóð aldrei til að þrengja eitt eða neitt. Það var verið að árétta það sem að þegar stendur í lögum og reglum. Það er það eina sem kemur fram í þessari bókun. Ef borgarfulltrúan getur bent mér á eitthvað sem bendir til þess að við höfum ætlað að þrengja þetta, að það þætti mér vænt að það bara lesið upp. Hitt er að þetta kemur ekkert meiri eða minnihluta við. Það þarf aukinn meirihluta til þess að fá tillögur hér á dagskrá. Meirihlutin hefur ekki aukinn meirihluta. Þannig að bæði meiri og minnihluti þurfa á pólitískum andstæðingum innan gæsalappa að halda til þess að koma málum á dagskrá með afbrigðum og það kemur því ekkert við hvort að meirihluti eða minnihluti hvernig meiri og minnihluta skipanin er. Í þriðja lagi vildi ég segja að þetta á að vera opinn vettvangur, en til þess að við getum haft hér opnar umræður, til þess að borgarbúar geti fylgst með því sem er að gerast, til þess að borgarfulltrúar geti átt hér vitrænar samræður, að þá er best að gögn liggi fyrir í tíma þannig að við getum tekið upplýsta umræðu. Það er engin sérstakur kostur að tala hér óundirbúið eitthvað sem einhverjum dettur í hug að ræða hér á fundinum. Ekki fyrir borgarbúa og ekki fyrir okkur borgarfulltrúa. Það er borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að svara andsvari. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta er nú ágætt að hlusta hér á forseta vor
í þessari borgarstjórn sem á þetta vera forseti allra borgarstjórnar en ekki bara meiri hlutans og á þess vegna þetta gæta ákveðis jafnræðis og hlutleysis í sínum störfum og ég vil nú bara minnast þess hér að það er nú ekki lengra síðan á síðasta borgarstjórnarfundi sem ég lagði til að tillaga verði tekin til afgreiðslu með afbrigðum og þeirri tillögu var hafnað og forseti borgarstjórnar auðvitað stýrði því ferli. Þannig að það er full ástæða til þess að fjalla þetta. Ég sagði það þá að ég minntist þess ekki að svona hafi verið gert áður í borgarstjórn og ég endurtek það. Og síðan þá á næsta fundi forsætisnefndar þá tekur forseti þetta sérstaklega upp sem ekki hefur gert áður vegna þess að hann hefur áhyggjur af því að þetta eigi að verða einhvers konar vani, óvani væntanlega í huga forsetans og bókar hér að nokkuð hafi borið á því að þetta hafi verið nýtt, þar að segja að leita afbrigða á þess að brýna nauðsyn hafi borið til. Þannig að það er full ástæða til að ræða þetta hérna, það er full ástæða til þess að við ræðum þennan lýðræðis vettfang sem við höfum verið kosin til og hvernig við nýtum hann sem best. Ég hef áhyggjur af því hvernig forsetinn talaði á þeim fundi sem ég er að nefna þegar við vorum að ræða hér könnun Capacent og hver var svo tillaga sem að ég lagði hér fram fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins? Jú, hún var svo einfaldlega að þessi þjónustukönnun yrði kynnt borgarbúum. Og viti menn, það var náttúrulega stórhættuleg tillaga. Og auðvitað var alveg útilokaðan að taka hana hér til afgreiðslu enda þótt að það væri liður í dagskrá borgarstjórnar. Það fjalla Capacent þjónustukönnuna. Og ef menn lesa aðra málsgrein 27. greinar sveitarstjórnarlaga, það sjá þeir að það er akkúrat svo. Að þegar að mál er á dagskrá þá geta menn lagt fram tillögur undir þeim lið. Og það er algjörlega fáránlegt að fara að þrengja þetta með þeim hætti sem að forseti hefur gert þegar og hefur væntanlega boðað ef menn vilja lesa í textan. Og þá til dæmis vil ég benda forsetanum á að þegar að mál eru hér til afgreiðslu þá geta menn ekki fara að koma með breytingatillögur við tillögur nema þær séu lagðar fram í borgarstjórn. Svo það er ekki hægt að sjá fyrir allt sem að hér kemur fyrir. Ég er reyndar þeirrar skoðunar að við eigum að opna borgarstjórn miklu meira heldur en að við höfum gert fram til þessa. Ég er þeirrar skoðunar að það sé óheppilegt, ólýðræðislegt að við séum að afgreiða meira og minna öll mál hér sem að borgina varðar, allar tillögur og öll erindi á lokuðum fundum ráða og nefnda og þá sérstaklega á fundi borgarráðs, þar sem algjör þagnaskylda ríkir og borgarbúar verða helst varið við okkur þegar við tökum upp þau mál sem að hérna eru til umfjöllunar í borgarstjórn. Og mínu vegna mætti borgarstjórn vera oftar, mætti þess vegna vera vikulega og borgarstjórn mætti vera miklu meira í sambandi við þau mál sem eru að gerast á hverjum tíma og fjalla þau og taka til afgreiðslu hér hjá sér. Ég horfi stundum á BBC þættina þar sem að er verið að fjalla stjórnmál og það er sérstakur rás á BBC sem að fjallar stjórnmál og á þeirri rás er sérstaklega verið að fjalla til dæmis störf nefnda þar sem að tekin eru fyrir ákveðin mál hérna á vegum þingsins en svo líka mjög áhugaverðir þættir þar sem að borgarstjórn Lundúnaborgar hefur tækifæri til þess að spyrja borgarstjóra óundirbúið spurninga og þá er náttúrulega spurt allt milli himins og jarðar og þetta eru mjög áhugaverðar umræður. Reynir svolítið á þetta borgarstjóra en þær eru snarpar og hraðar og þetta er eitt af því sem ég finnst alveg sjálfsagt að við lítum á hér í borgarstjórn að við tökum upp óundirbúnar spurningar. Mér finnst líka og ég veit það svona sérstaklega fyrir meiri hlutan sem vil halda vörðum svokallað lýðræði, hann vil halda vörðum regluverkið, fyrst og fremst regluverkið, því það má ekki fara út fyrir það. Mér finnst líka að við eigum að heimila öllum borgarfulltrúum að leggja fram tillögur í lok fundar bara með sama hætti og gert í borgarráði og þær tillögur fá síðan afgreiðslu á næsta fundi borgarstjórnar ef svo ber undir og ef það er einfaldar, til dæmis eins og að kynna eina þjónustukönnun, þá geta menn náttúrulega tekið bara afstöðu til þess strax. Það myndi líka gera starfið hér í borgarstjórn virkara og það myndi verða áhugaverðara fyrir borgarbúa að fylgjast með slíku starfi. Og þá vil ég benda á það, hér eru þetta margir borgarfulltrúar, svona rúmlega helmingur, sem að á ekki sæti í borgarráði. Svo tillaga sem er flutti hér á fundi borgarstjórnar, hana flutti ég bara aftur 2 dögum seinna í borgarráði og hún er þar auðvitað í frestun og við skulum sjá hvað verður hana.
En það eru hins vegar hér borgarfulltrúar sem ekki eiga sæti í borgarráði og þeir vilja leggja fram tillögu en afbrigðum er hafnað og hvað þá? Þá sem sagt getur þeir ekki fylgt máli sínu eftir og farið með það inn í borgarráð og verður þá að setja á næsta fund borgarstjórnar í stað þess að flytja mál sitt hér í borgarstjórn. Þannig að ég bara vara við þeirri stefnu sem að ég svo sannarlega verð var við og sem að við skulum bara vísa í síðasta fund borgarstjórnar. Það sem að tillaga sem að ég flutti hér fyrir hönd borgarfulltrúa fékk þessa afgreiðslu og það er fyrsta tillaga sem ég flutti hér í borgarstjórn sem að ekki var afgreidd með afbrigðum að beiðni borgarfulltrúa. Og það er umhugsunarefni. Það er umhugsunarefni hvert forseti borgarstjórnar er að fara í þessum efnum. Það er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla ekki að fara í neinar rökræður við borgarfulltrúan. Þessi ræða dæmdi sig sjálf. Það eina sem ég vil leiðrétta er tímaásinn hjá borgarfulltrúanum. Það var sem sé þannig að fyrst er forsætisnefndarfundurinn þar sem að bókunin kemur fram og svo að borgarstjórnarfundinum á eftir var það fellt að taka tillögu á dagskrá með afbrigðum. Það var ekki þannig að fyrst væri það fellt að taka tillögu á dagskrá með afbrigðum og svo haldinn forsætisnefndarfundur, heldur var það öfugt. Þetta er eina sem ég hef um ræðu borgarfulltrúans að segja. Það var borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Forseti þá getur borgarstjórn, mér er bara skapið næst að afgreiða svona undarlega og snubbótt ansvar forseta með sama hætti og hann afgreiðir mitt mál hér. Þetta ansvar forseta dæmir sig sjálft og sýnir algjörlega hvert forsetinn er að stefna og hversu langt hann er frá því að vera forseti borgarstjórnar. Hann er forseti meirihlutans. Við hefur ekki áttað sig á skyldum sínum. Það var borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni. Nei. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætir borgarfulltrúar. Ég vil taka undir ýmislegt af því sem borgarfulltrúarnir Halldór Halldórsson og Júlíus Vífill Ingvason fóru yfir hér áðan. Skora á aðra borgarfulltrúa að velta þessum málum aðeins fyrir sér því að ef að menn fara fram með þessum hætti að menn ætla að koma í veg fyrir að tillögur verði hér afgreiddar með afbrigðum, þá finnst mér að það sé með ákveðnum hætti brotið í blað hér á vettvangi borgarstjórnar varðandi vinnu aðferðir hér og mér finnst, ef það verður raunin þá finnst mér það verra. Mér finnst þá sko borgarstjórn setja þess niður við það. Borgarstjórn, það þarf auðvitað að gæta hérna formfestu og því miður verð ég að taka til það að mér finnst núverandi forseti ekki hafa gengið vel í starfi og ekki tileinka sér það sem ýmsir aðrir forseta tileinkuðu sér að undan honum að eiga trúnað bæði meirihluta og minnihluta. Hann hefur aðalega gengið erinda meirihlutans og það var ekki þannig áður. Nú borgarstjórnarfundir voru líka öðruvísi áður. Það er ekkert mörg ár síðan að borgarstjórnarfundir voru þannig að menn bara gátu tekið upp þau mál sem þeir vildu. Það voru bara fundargerðirnar undir. Og það kom stundum oft vissum en áður hvaða málefni er í deglunni, en borgarfulltrúum var frjálst að taka mál upp á viðkomandi fundi bara ef þeim sýndist svo. Og það auðvitað náttúrulega, ef minn vildu fá kannski djúpa umræðu, þar sem öll málefnin kemist fram, þá letu vita af því áður og borgarstjóri gat þá undirbúið samkvæmt því. En það var bara oft sem mál komu upp, algjörlega óundirbúin, það var samt þau góð umræða. Borgarstjóri lagði sig fram um það að taka þátt í umræðum, oft þurfti að sækja á gögnin yfir í hitt húsið hérna hinum megin og allt það, en þetta bara gekk. Og þetta gerði það að verkum að vettvangurinn, hann var mjög frjór
borgarstjórnar vettvangurinn. Ég verð að segja að mér finnst síðustu ár hafa sótt í það að meirihlutin hafi viljað stýra málum sem mest úr borgarstjórn. Hann hafi umræðan í borgarstjórn farið svolítið í taugarnar á honum. Eins og við vitum þá er þetta opin umræða og það með sér fara að sjónvarpa henni líka. Þannig að almenningur hefur mikinn aðgang að þessum fundum og svo má segja. En síðustu ár hefur það mjög mikið verið þannig að vinstri meirihlutin hefur ekki viljað afgreiða mál í borgarstjórn. Það hefur nánast verið regla að tillögur sem minnihlutinn er flutt, hvort sem það eru fluttar á fundinum eða kynntar með þessi 4 sólarhringa fyrirvara, þeim hefur verið vísað í lokaða nefndir. Þeim hefur verið vísað af þessum lýðræðislega vettvangi sem borgarstjórn er á vettvang sem er að vísu líka lýðræðislegur, en það eru samt lokaða nefndir. Lokaða nefndir, öll samtölu sem þar fara fram er í trúnaði. Það er hægt að þæfa mál og svo erum við að dæmi það að tillögur sem hér hafa verið fluttar og samþykktar af minnihlutanum, sem það hafa verið samþykktar af borgarstjórninni, þar hafa síðan verið svæfðar eitthvað staðar út í nefndunum. Og mér finnst þetta miður, mér finnst þetta óheillavænleg þróun, hvernig meirihlutinn umgengst vinnubrögðin hér í borgarstjórn og vara mjög við því að menn þrengi þetta enn frekar hérna vettvang sem borgarstjórn vissulega er. Hvet menn einmitt til þess frekar að koma bara glaðbeittari og frjóri á borgarstjórnarfundi og leggja sér fram við að afgreiða sem flest mál hér og ræða þau. Og það var mjög miður að heyra forseta síðan koma upp og svara Júlíus Víb Ingvarssyni borgarfulltrúa, hans í rauninni bara efnislegu og málefnalegu ræðu á þann hátt hún ætlaði ekki að rökræða þetta. Hún vildi ekki rökræða þetta, þessi ræða dæmdi sig sjálf og það sýnist mér benda til þess að hún sé tilbúin að ræða þessi mál kannski á lokuðum fundum forsætisnefndar, þar sem hún er formaður, en hún vilji ekki ræða þetta fyrir opnum tjöldum þar sem almenningur getur fylgst með. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Björn Blöndal óskað eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það nú tvennt sem að gera það verkum að mér finnst ástæða að koma hér upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar. Fyrst og fremst er það nú bara til þess að lýsa því yfir að mér finnst forseti borgarstjórnar, Sólveig Tómasdóttir, hafa staðið sem eindæmi vel í sínu störfum. Hún hefur stýrt hér fundum af mikilli röggsemi, starf á vegum forsætisnefndar hefur verið með miklum ágætum og einhverjar ávirðingar annað finnst mér einhvern veginn léttvægar og borgarfulltrúarnir Kjartan Magnússon og borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson hafa nú lagt sig í líma við það hér nokkurt skeið að reyna að gera lítið úr störfum forsetans og ég held að það sem að þau áhrif sem það hefur nú fyrst og fremst kannski að þeir gera bara lítið úr sjálfum sér. Hitt sem að mér fannst fróðlegt var lýsing borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar á hinum frjóa vettvangi sem eitt sinn var hér. Og það er vettvangur sem að væri auðvitað vissulega fróðlegt að kynnast. Hann virtist jafnframt, eða ég gat merkt það á orðum hans, að hann teldi til dæmis að framgöngu sína hér í þessum stól og jafnframt framgöngu borgarfulltrúans Júlíus Vífils Ingvarssonar vera svona bera ákveðin keim af hinum forna frjóleika sem hér ríkti. Og dæmi nú hver fyrir sig hvort að það er frjósemi sem við viljum eða ekki. Það var borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita ansvar. Óskar borgarfulltrúi eftir að svara. Þá ætlar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon svara ansvari. Já,
Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Borgarfulltrúi Ásbjörn Blöndal er sami við sig. Hann kemur með einhverjar meldingar og persónulegar ávirðingar í garð okkar Júlíusar Vífils Ingvarssonar borgarfulltrúa. En ég stend þó við hvert orð sem ég sagði. Ég er ekkert endilega að mæla gamla kerfinu bót. Ég var einn af þeim sem tók þátt í því að breyta því fyrir cirka 10 árum, að breyta formi borgarstjórnarfundanna þannig að það er ekki hægt að koma með ný málin á fundin nema að gera það þá, ég held að segja, 5 eða 10 mínútur í einhver örstutta umræðu. Nú, varðandi það mér fyndist forseti borgarstjórnar geta staðið sig betur, þá er auðvitað þetta nefna fjölmörg dæmi þar sko. Mér fannst sorglegasta dæmið á þessu vera í upphafi kjördæmisins þegar það rataði í fréttir að þessi nýji forseti, þegar hann stjórnaði sínum fyrsta fundi, hann hefði klikkað því að láta kjósa borgarstjóra og það var nú, ég bara sem bent á það í góðu að það væri kannski betra að gera það og þetta var umfjöllunarefni fjölmiðla og þá setti forsetinn á sína Facebook síðu eitthvað á þessa leið, hvernig er hægt að gleyma að kjósa borgarstjóra, ég er fáviti. Þetta er bara tilvitnun í Facebook síðu, þetta rataði þetta í alla fjölmiðla og ég ger ekkert athugasemd við þetta á sínum tíma en finnst að borgarfulltrúinn nánast kemur fram og segir að það sé ekki hægt að benda neinn dæmi þessu til stuðnings, hann hafi staðið sig vel, þá nefni ég þetta ekki að þetta sé eina dæmið, mér finnst þetta sorglegasta dæmið. Og mér fannst þegar að forseti borgarstjórnar fór í fjölmiðla með þessum hætti og notaði orðið fáviti í þessu samhengi, mér fannst það sorglegt og mér fannst virðing embættisins setja verulega niður við það og mér finnst svona eins og hvernig forsetinn hefur allan hagað störfum sínu, það hefur ekki komin einn svona alvarleg yfirlýsing síðan, en mér finnst hann ekki hafa hagað störfum sínu þannig að hann sé að vinna fyrir alla borgarfulltrúa, heldur einungis borgarfulltrúa meirihlutans. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari. Mælendaskrá. Þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég veit eiginlega ekki hvað kemur út úr þessum umræðu. Ég vil þó segja það að kannski fullmikil viðkvæmni hérna hjá borgarfulltrúa Birni Blöndal varðandi það sem kom hér fram upphaflega hjá Júlíusi Vífil og Kjartani. Og ef að þeir hafa verið að bera inn gamlan anda, einhvern leiðinda anda sem hér hafi verið í umræðinni, þá gerði borgarfulltrúi Sigurbjörn Blöndal það ekkert síður ef hann vildi meina það að þeir hefðu verið einhvers staðar á jaðrinum málefnalega sem mér fannst ekki, að þá var hann það líka. En ég segi, ég veit ekki hvað kemur út úr þessu umræðu vegna þess að við erum svona búin að vera að henda þessu hérna fram og tilbaka. Það er allan að ljóst að síðari hluti bókunar forsætisnefndar frá 30. janúar varðandi kosningar í ráð og nefndir mun fara í umfjöllunin í forsætisnefndinni, þegar svo við fáum tillögurnar svo hingað inn aftur, munum fjalla um það málefnalega. En varðandi hitt, já, ef það er rétt að við séum sammála, ég og forseti borgarstjórnar, að þá má alveg reikna með því að það komi upp mál þar sem verður óskað afbrigða. Og ég er ekkert að spá því að það verði mörg mál, en það sem mér finnst mikilvægast er þetta að því að við eigum eftir að taka þessa bókum fyrir aftur í forsætisnefnd að mínu viti. Við óskum bæði eftir því að hún er tekin aftur upp umræðan þar að segja, en mér finnst vanta svona, ég segi, ef við erum sammála, sem ég tel ekki vera vegna þess að 30. janúar bókar forsætisnefnd þetta að nokkuð hafi borið á því að tillögur séu teknar á dagskrá með afbrigðum á þess að brýna nauðsyn krefi. Og við erum ekki sammála því að nokkuð hafi borið á því. Það hefur ekkert borið mikið á því. En þetta er ekki útilokað, það er ljóst samkvæmt lögunum, samþykktunum. Þannig að ef einhvað kom út úr þessar umræðu, þá er það bara það að við erum ekki sammála um þessa áherslu forsætisnefndar, vegna þess að ég tel að það hafi ekkert borið mikið á þessu.
Þá hefur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og erum við með andsvarsinn? Já. Þá hefur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúan, einnig borgarfulltrúi Sólu Tómasdóttir, en því miður er hún búin með andsvör sín, en gæti veitt stutta athugasemd. Forseti, borgarfulltrúar, þetta er mjög áhugaverð umræða. Það sem hlýtur að vera kjarninn í þessu öllu saman er hvernig í rauninni, hvers konar umræða er best? Þurfum við ekki í rauninni að hafa umræðuna þannig hún sé lýðræðisleg? Og það sem kom fram hérna áðan, hvort að það sé spurningum hvort að það hent endilega þessi mál séu afgreidd á fundum borgarráðs í staðinn fyrir að afgreiða þetta fundum borgarstjórnar. Ég held að það sé eitthvað sem við ættum að skoða alvarlega. Ég held að það væri miklu árangursríkara að það séu allir borgarfulltrúar sem hafa aðkomu að öllum málum í staðinn fyrir að standa hérna 2 sinnum í mánuði fram á kvöld. Varðandi þessa bókun sem var gerð 30. janúar síðastliðinn, að þá náttúrulega varðaði hún þessar tillögur sem voru lögðar fram með afbrigðum, ef ég skil þetta rétt, á borgarstjórnarfundinum 20. janúar, en það minnir mig að hafi verið 3 tillögur lagðar fram með afbrigðum undir því máli sem var á dagskrá ferðaþjónustu fatlaðra, sem átti mjög vel við undir þeirri umræðu. Það var verið að leggja fram tillögur vegna umræðuna sem var verið að taka fyrir. Þannig að ég er í rauninni ekkert að sjá í rauninni hvernig það á ekkert að tengjast, því að auðvitað skapast oft hugmyndi þegar það er verið að ræða hlutina. Það er spurning hvort við séum of formföst, hvort að við séum í rauninni ekki nógu lýðræðisleg. Og hvort að það sé engin vilji til þess að breyta því. Þurfum við ekki aðeins að vera svolítið sveigjanleg og ræða málin betur, í staðan fyrir að vera alltaf í ykkur stappi og geta ykkur en ekki náð samkomulagi að gera hlutina betri. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá er borgarfulltrúi Sólu Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, aftur ætla ég að fara aðeins yfir það sem við borgarfulltrúi Halldór Halldórsson erum sammála og ekki sammála Af því að mér finnst það skipta dálítið máli, af því að mér finnst, og ég vil bara segja eins og er, að sama hvað hér hefur verið sagt forseta allra borgarfulltrúa eða ekki allra borgarfulltrúa, þá er það rétt sem að borgarfulltrúi Björn Blöndal kom hérna inn á, og ég veit að bæði Halldór Halldórsson borgarfulltrúi og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi sem eru áheyrnarfulltrúar minnihlutans í forsætisnefnd geta staðfest að það hefur átt sér stað mjög gott starf inni í forsætisnefnd þar sem við höfum rætt mál bæði opinskátt og leiðbent hverju öðru og það hefur bara verið mjög gott. Við höfum Það er eiginlega ekkert hægt að vera sammála eða ósammála að nokkuð hafi borið á. Ég meina ef það koma fram 3 tillögur á sama borgarstjórnarfundinum þar sem óskað eftir afbrigða, að þá verður að segjast að það hefur nokkuð borið á því. Það er rétt sem að borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir sagði að auðvitað voru þessar tillögur það sem að triggeruðu það að forsætisnefnd sá ástæðu til þess að bóka þessi mál, enda hefur það nú svo sem verið rætt eftir á þessar tillögur voru ekkert sérstaklega kannski vel hugsaðar, hefðu mátt hugsast lengur og sumar þeirra hefðu mátt bíða á milli umræðuna og hefðu algjörlega verið meinlaust og jafnvel að þær yrðu lagðar fram í borgarráði þá 2 dögum seinna. Það hefði verið hægt að boða þær, það hefði verið hægt að ræða þær með ýmsum hætti, en ágreiningurinn einhvern veginn það hvort það farið inn í borgarstjórn akkúrat á þessum tímapunkti finnst mér vera algjörlega mínimál og mér finnst dálítið þarna verið að reyna að draga úr trúverðugleika forseta og forsætisnefndar og mér finnst það ómaklegt. Ég ætla bara að segja eins og er. Og mér finnst borgarfulltrúarnir Kjartan Magnússon og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hafa farið offari í þessari umræðu. Ég ætla bara að segja það líka. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur aftur á móti verið algjörlega málefnalegur og það hafa borgarfulltrúar Framsóknarflokksins verið líka.
Við erum sammála seinni hluta bókunarinnar að við verðum að halda afbrigðum í lágmarki og rökstyðja það vel þegar að við þurfum á afbrigðum að halda. Ég er alveg sammála því það mun þurfa á afbrigðum að halda einhvern tímann. Það mun gerast. En þá er bara mikilvægt að við áttum okkur á því til hvers afbrigðin eru og að við virðum fundarsköpin þegar að svo ber undir. Þá er borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson næstur á mælendaskrá. Forseti ágætu borgarfulltrúar, það er mjög mikilvægt að forseti finni þann anda sem að hér er í borgarstjórn og hann átti sig á því hvaðan hans störf koma. Þeir koma hér frá samþykktum borgarstjórnar þar sem hann er kjörinn til þess að gegna þessu embætti. Ýmislegt hefur verið sagt bæði hérna borgarfulltrúnum S.B. Blöndal og hérna forseta. Hvað er það sem að verður að ræða? Jú, það verður að ræða það hér að hálfu minnsta kosti að við verðum aðeins frjálslegri, við verðum ekki svona stíf, að hvetja meirihlutann til þess að vera ekki svona íhaldssamur, svona afturhaldssamur, svona fastur í formreglum í stað þess að hleypa að líflegri umræðum sem að eiga þá, sem að geta farið kannski öðruvísi með nætla en eru samt mikilvægur og hluti af lýðræðinu. Þannig verður borgarstjórn gagnvirk, en ég skil það vel. Meirihlutinn er á sinni vegferð, hann kærir sig ekki slíkt, hann vill ekki að tillögur séu teknar upp með afbrigðum í borgarstjórn, það hefur komið fram. Áður fyrr hefur þetta ekki komið fyrir með þessum hætti, en hann hefur ekki talað með þessum hætti. Svo núna náttúrulega kemur forseti hér og gerir lítið úr því sem að hann var að segja bæði í forsætisnefnd og hér. Það verður þá bara að hafa það. Ég held að við borgarfulltrúarnir tveir sem erum látnir verið í einhverju vegferð í þessu máli, ég held að menn ættu bara að hlusta á það sem við erum að segja. Við erum bara að segja þetta. Það eru til miklu líflegri leiðir, lýðræðislegri heldur en við erum að fara í dag og þar á meðal og þá alveg sérstaklega að setja mál sem að við erum að taka og kæfa inn í borgarráði, hingað inn í borgarstjórn og hleypa þeim bara af stað í opinberu umræðu í allra augsýn. Það er bara mikilvægt og það er bara sorglegt að menn skuli koma hér upp og svara því með skætingi, svara svona tilmælum af þessu tagi. Ég er ekki meina fastar tillögur, heldur er ég bara að ræða hugmyndir, undir reikni með slíka tillögur eru það náttúrulega feldar. Það verður þá bara að hafa það. Það eru ekki tekna fyrir hér af því að afbrigðið hefur ekki verið leyfð. En ég bara ræðum þetta hér að við gerum þessa hluti og því er mætt með sem sagt svona skætingi og að það sé ekki svara vert og það dæmi sig sjálft. Hugsið aðeins svona þessi orð ykkar. Hugsið aðeins það svona hvernig ykkur þætti það ágætu borgarfulltrúa meirihlutans ef að við hér í minnihlutanum værum nú í meirihluta og svöruðum ykkur með þessum hætti. Skætingi, skiptir ekki máli, ekki svaravert og svo bara dæmi sig sjálft og verðið sæl. Er það virkilega gott? Er það akkurat það sem þið viljið? Er það í anda hina nýju nefndar og ráðs, stjórnkerfis og lýðræðisráðs að bara þakka fyrir það? Haldið það virkilega? Ég vil bara hvetja ykkur til þess og horfa eins út fyrir rammann þó að þær reglur borgarstjórnar sem við erum að vinna með í dag hafi verið settar fyrir einhverjum árum, er allt í lagi að líta til þess að þeim má breyta. Það má opna, auðvitað bara borgarbúum til heilla og til þess erum við hér. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, þetta var athyglisverð ræða. Ég ætla nú bara að segja að ég nú eiginlega bara fullur tilhlökkunar að sjá hvernig borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson ætlar að láta hérna fersku vinda lýðræðisins
blása hér þennan sal og ég gerir ráð fyrir því að hann hafi hugsað sér að ganga hér á undan með góðu fordæmi og eins og ég segi, láta þessa fersku vinda lýðræðisins blása hér með einhvers konar aðferð sem að byggist á því að vera hvatvís, spontant og vera ekki að halda sig mikið í forminu og ég er svona að reyna einhvern veginn að sjá fyrir mér hvernig hann sér þetta fyrir sér. En ég gerir ráð fyrir því, eftir þessa ræðu borgarfulltrúans, að hann muni hér ganga á undan og draga vagn í þessa lýðræðisátt sem hann er að predika. Og ég hlakka til að vera þátttakandi í því og fá að fylgjast með. Þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita ansvar. Þá svarar ansvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, elsku besti borgarfulltrúi S. Björn Blöndal, þetta hefur alveg geta sparað þér. Þetta var svo algjör óþarfi. Hvaða vitleysa er þetta? Ég skal bjóða fram mína krafta. Þorir þú því, sem ég efast því miður, þá skal ég bjóða mína krafta í því að skapa hér lýðræðislegri grundvöll, opna þetta, fara yfir þetta, ræða þetta. En þú bauðst það ekki borgarfulltrúi góður. Þú bara sagðir, gerð þú eitthvað. Það vill svo til, S. Björn Blöndal, að þú ert í meirihluta. Og það er undir þér komið, hvernig þetta vinnst, en því miður ekki mér. Komið það hins vegar til, að það verði óskað eftir mínum kröftum, þá er ég til þeirra vinnu reiðubúin. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við það að veita ansvar. Þá óskar borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir eftir því að veita stutta athugasemd. Forseti, góðir borgarfulltrúar, á síðasta kjörtímabili var ég áheyrnarfulltrúi í forsætisnefnd ásamt borgarfulltrúi Júlíusi Vífli Ingvasyni. Þá fórum við yfir samþykktir borgarinnar og ég varð ekki vör við þá fersku vinda sem að hér hafa verið boðaðir eða tíðræddir þar. Það kom ekki fram einn einasta tillaga frá borgarfulltrúanum né Sjálfstæðisflokknum yfir höfuð það að það ætti einhvern veginn að breyta því hvernig hægt væri að setja mál á dagskrá í borgarstjórn og flippið og fersku vindarnir sem að hér hafa verið boðaðir og ræddir létu lítið fyrir sér fara. Ég veit ekki hvort að það var vegna þess að borgarfulltrúinn taldi meirihlutann einan einhvern veginn geta ákveðið þetta. Við fórum í gegnum samþykktirnar og ræddum þetta fram og tilbaka og áttum bara mjög gott samtal og samþykktirnar tóku mjög miklum og góðum úrbótum og voru samþykktar hér samhljóða og allir borgarfulltrúar með á því. Þar kom engar tillögur fram frá þessum ferska borgarfulltrúa það að hér væri hægt að ræða með einhverjum öðrum hætti heldur en nú er gert. Það er borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að veita stutta athugasemd. Það er ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum. Svara stuttri athugasemd. Má bjóða borgarfulltrúanum eftir að veita stutta athugasemd. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta var nú merkileg athugasemd frá forseta, mjög sérstök, vegna þess að hér var forseti einmitt að tala það sem framfór í forsætisnefnd sem eru lokaðir fundir og enginn fær að fylgjast með. Hefðu þeir fundir verið opnir og við talað fyrir opnum dyrum og borgarbúar geta fylgst með, þá eru sést ýmislegt og ýmislegt komið í ljós meðal annars tillögur mínar það að fundir borgarstjórnar verði sendið beint út, sem tók nú langan tíma og stóð verulega í fyrri meirihluta hér á síðasta kjörtímabili. En borgarfulltrúi minnist ekki á það. Ég hef alltaf verið opinn fyrir því að við gerum breytingar hér í borgarstjórn. Alltaf verið opinn fyrir því. Og ég bara óskaði þess að borgarfulltrúin verði ekki með einhverjar yfirlýsingar hér fundi sem eru lokaðir í borgarstjórn sem eru alrangar. Það bara sæmir ekki forseta. Hreint og beint ekki. Það var borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við það að gera stutta athugasemd. Má bjóða borgarfulltrúum að fara aftur á mælendaskrá. Þá hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir óskað eftir því að bera af sér sakir.
Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það eru engar tillögur í fundargerðum forsætisnefndar frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins opnara eða breytt fyrirkomulag á því hvernig við berum fram tillögur hér í borgarstjórn. Engar tillögur. Það kemur ekkert fram í fundargerðum það að borgarfulltrúin hafi hér haft lagt einhverja sérstaka áherslu á því að breyta fundarsköpum borgarstjórnar. Hefði hann haft raunverulegan áhuga á því, þá hefði hann lagt fram tillögur þess efnis í forsætisnefnd, enda það þar sem að maður breytir svona, en því ekki fyrir að fara. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að bera af sér sakir. Þá ekki fleiri hvatt til ljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum í 7. mála